leiki hérna í gangi. Hún á engan lengur til að halda utan um sig og láta kalla sig barnið sitt. Þetta CCA með lagið Enga Nobody. Klukkan orðin 4 og FM 95 Blö hefur hafið göngu sína þennan mánudaginn og það sérstök páskadagskrá sem dottin inn hér hjá okkur í FM 95 Blö. Páskadagskrá og ekki páskadagskrá. Ég að reyna að búa til eitthvað því að Björn Bragi í frí í dag. Hann farin til Tenerife. En það góður maður komin hér í hans sæti. Hann heitir Hjörvar Hafliðason og kallar sjálfan sig mann þjóðarinnar. Verður velkomin. Já, ég veit nú ekki hversu góður maður það en það var að hafa það. Ná, ertu ekki góður maður? Já, ég fín. Þetta fyrsti mándagsþátturinn minn. Já. Verður einhver raskelling þá í lokinni eða? Já, ég ætla að taka á hýðaðu eftir. Það bara svona mánudags hefði hjá okkur. Það allt vitlust út á því. Já, þannig að ég verð raskeldur hérna eftir. Já, við komum hérna sem sagt allir sem af einhvern tímann starfa við útvarp koma og flengja þig og hýða þig til blóðs hér á eftir. Ívar Guðmunds og fleiri. Já, það var heldur við að fá hann til að negla. Hann var þetta bara heiður að fá Ívar Guðmunds til að flengja sig. Ég var ekki til að láta hann og Simma Vill. Já, Simmi er rosalega sko. Já. Gamli spjótkastari. Ég hef nú reyndar aldrei séð svona eftir raskellingar sko. Ég hví vinnu okkar ofurhví. Hann var nú nákvæmlega svona eftir að hann tók þessa áskorun í 70 mínútum. Það bara blætti úr rassinum á hann sko. En þetta ógeðslegt. Menn eru hrættir við að fara í landsliði. Þeir get ekki setið í 2 daga eftir. Já, ég man eftir þessu bara í fótboltanum sem þegar ég var í honum að það voru svona raskellingar. Þá var það oft bara, þú veist, bara svona bara létt meira bara svona káað upp á fjörið. Já, bara eitthvað grín sko. Aldrei eitthvað til þess að meiða sko. Nei, nákvæmlega, ekki svona líka rosalega. Nei, og líka típuna sem eru líklega til að fara að meiða eitthvað. Það svona gæðar sem eiga við eitthvað issue að stríða. Þetta svona eins og eitthvað bara svona sem fá eitthvað kikk út í því að sjá blæða. Já, maður skef busadeginum alltaf í menntaskóla. Já, það var alltaf sömu típunar rosalega peppaðir sem voru böðlar. Það var alltaf eitthvað smá að þar. Já, það voru svona þetta menn sem fá okkur svona útrás fyrir að meiða. Ég hef aldrei skilið það. Enda kannski aldrei verið típa sem getur meitt neitt. Ég hef alltaf verið pingu lítill og ræfislegur eitthvað. Já, lítill og mikill ræfill, það rétt. Nei, það láti ég segja hér að þú ert ekki að endurtaka það. Okay. En við erum fanta þáttandi ykkur hér í dag og já, talandum. Hvar Björn Náttúr? Björn Bragi farin til Tenerife í sólina. Alltaf allir ellendis eða eitthvað nema maður þjóðurinn. Hann alltaf heima. Já. Það langt síðan ég farið eitthvað. Þú varst að sinna þjóðinni. Já, ég kannski var að taka þessu full alvarlega. Já, ég meina maður þjóðurinn þá hann ekki vera heima. Hann getur ekkert verið að ferðast allan heim. Það góðu punktur. Þetta reyndar, ég verið viðkynna, ég öfendur Bjössa að vera að koma inn bara út í sólinu á Tenerife. Sletta skýrinu sem eiga það. Já, segðu maður, hann skemmtandi allar helgar. Já, mókandi inn á sem í Íslandsbölli. Já, enda hann bara komið til Tenerife við páskana. Já, þetta það vel gert hjá stráknum og sjónvarsmaður ásins við því hvað og hvað. Það alltaf að gerast þarna, en svo ég kom aftur inn á þessa páskadagskrá, FM 95 Blö. Þá verður hún svolítið skemmtileg. Hjörpi með mér hér í dag og verður við ferskir. Við fáum góðan gest hérna eftir, hann Gísla Örn Garðar sem sennilega einn besti leikari Íslands. Allavega hann hefur leikið hvað stærstu kvikmynd af öllum Íslendingum eða ekki? Jú. Er ég að fara með vitlaust mál þar? Nei, það ekki. Prince of Persia. Prince of Persia, já. Hann Eyþór Guðjóns leik nokkuð stórt hlutverk í Hostel. Já, þetta er ekki sambarlegt. Hinn myndin náði 100 og eitthvað milljónum sko. Nú var eitthvað top of the box office annum tíma. Já, reyndar, Hostel fór líka á toppinn og ekki verið að rifja það fyrir mér. Svo erum við líka með, skal ég eitthvað segja, besta fótboltamann Íslands í dag, Gylfa Sig. Hann ætlar að vera á línunni hér og eftir. Ég held að hann verði í beinni útsendingu frá Dubai. Hvernig heldur að Eiður Smári tæki þetta? Þú sitt farin að tala bara Gylfa Sigurðsson sem besta fótboltamann Íslands. Nei, í dag, sagði ég. Ég meina, Eiður samþykkt, sáttu þetta? Eiður að mínum að þetta besti íþróttamaður Íslands frá upphafi, sem allt annað mál. En hann þér finnst hann ekki vera besti fótboltamaður ákvörðað núna? Í dag? Hann er náttúrulega aðeins eldri. Ef hann væri besti fótboltamaður Íslands í dag, þá væri hann örugglega ennþá í ennskórasteildinni held ég. Já. En vissulega hæfileikari ykkur ungur maður. Og já, við ætlum að heyra í Gylfa hér og eftir sem að ég sló nú heldur betur í gegn í vikunni í síðustu viku á móti Slófunum, skoraði bæði mörkin. Maður þess að hlera hann og fleira. Svo erum við með fasta liði sem eru á mánudum. Við ætlum að fara hérna í netmisnótkunna, sturla staðreyndir og fleira. Það er bara veistla. Já, og svo ég klári hérna páskadagskrá FM 95 Blö. Þá verða strákarnir, gömlu góðu, hér á morgun. Ég, Sveppi og Pétur. Já. Verðum hérna 3 saman í einhverju vitleysu. Og svo það 2 harðir á miðvikudaginn. Já. Og það var einhver að hvísla mér að það var ágætis líkur myndum að heyra í Brjánibreka í fyrsta sinni langan tíma. Já. Þannig að það alltaf að gerast hér páskana. Mikil spenning. 2 harðir, það? Ég og Egill. Já. Þú veist það alveg, hættu þessu. Það svona svo að litli Jónan í hérna Hróahetti, þenni er stór.
Eða eins og Doddi litli á Rástvö. Finnst þér við ekki tveir harðir? Nei, ég veit ekki, ég vil bara spyrja þig. Ok, en áður fáum hér fyrst að þá ætlum ég líka að taka eitt shoutout á Bootcamp. Við Sveppi vorum veislustjórar hjá Bootcamp á laugardaginn. Já. Og ég verði að viðurkenna, þetta bara með flottar og skemmtilegri veislum sem ég fari í. Það voru 500 manns þarna og í gullhamrum hérna uppi í Grái. Þetta eitthvað svona kulthópur sem bara allir eru að lifta saman og skemmta sér saman og það eitthvað, ég verði að viðurkenna, það eitthvað fallegt við þetta. Já. Það skemmtileg stemning hérna og ég skila kveðju á Bootcamp hér. En við skulum byrja þetta bara á 50 Cent og félugum. Og svo slúður strax á eftir það. Já, svo beint í slúður. Svo stjórnlaða staðarindir og fleira. En það eiginlega ekki mánudagur. Það svo miðvikudagur. Það miðvikudagur í okkur. The sun is shining. Þrýrdagar í að við förum í gott páskafrí. Það komin sumar. Já, það full hart að kalla þetta miðvikudag, eða ekki? Þetta svona mánudags / miðvikudagur. Ok, sorry. Já. En það allan komið sumar? Já, þetta gerir svo mikið fyrir mann. Að vera með sólina skínandi, gula fíblið þarna upp í loftinu. Þetta æðislegt. Þó sé ekki allt og hlýtt. Þó sé ekki nema bara sól í bílnum hjá manni. Já. Það fyrir beint í hjarta. Sól í hjarta. Það rétt þér. En Hjöbbi, það komið að hverju? Það komið að slúðrinu. Hér í FM 95. Takk fyrir það. Ég ætla að byrja slúðrið á Liam Gallagher. Okay. En hann alls ekki sáttu við bróður sér Noel þessa dagana. Þeir eru aldrei sáttu við hvort annan en nú sögðu upp úr helgina þegar að bróður hans Noel Gallagher ákvað að syngja með Blur. Já. En eins og margir á okkar Hjöbba-aldri vita þá voru þessar hljómsveitir í miklu stríði hér fyrir 10-15 árum síðan og mikið hatur þar á milli sem sagt annarkvort varstu Blur-maður eða Oasis-maður. En hann virðist vera búinn að slíðra sverðina hann Noel Gallagher og fór með þeim upp á svið með kassagítar og söng með hljómsveitinu Blur og hann var ekki hrifinn af Liam, litli bróðurinn. Og twittaði meðal annars það að þetta væri einhver mesti viðbjóð sem hann hafði séð bróður sem gera og hann geti alveg haldið með Manchester United en þeir bræður eru miklir Manchester City aðdáendur. Já, þetta gaman að segja Mástu að Damon Albarn var eins og bara alltaf hérna á Íslandi. Já, Damon Albarn alveg hættur að koma til Íslands eða? Já. Það tekur maður bara ekkert eftir á hann lengur eða? Já, hann var eins og alltaf hérna Ég var alltaf að vinna sem bensíntittur. Eða sem starfsmaður á plani eða hvað sem þetta kallað. Já. Og hann var alltaf hjá okkur upp í Borgatúni, S.O. Borgatúni. Það var kámaðurinn að dæla. En varstu eitthvað, spjallar við hann? Nei, ég lét hann yfirleitt vera en hann var svona nice guy, gaf mér alltaf smá pening Borg alltaf með kassu og vildi ekki afgangin. Já, ok, og hirtið þú það bara? Já, hann var að gefa mér þetta Já, bara þjórfé? Já. Það vel gert. Ljúfur náungi. Já, hann var alltaf virka á mann, Damon Albarn sem flottur náungi. Hann var mikill Íslandsvinnur. Já, kannski ef ég einhvern sagt eitthvað svona 5 orð við hann, hey, that Parklife, good song. Já, eitthvað svona. Thank you, man. Það bara sem betur fyrir Damon Albarn var ég ekki að vinna á planinu með þér því ég hef ekki látið hann í friði, Það bara hann getur fagnað því, greið. Það keypti sér eitthvað hús hérna á Íslandi. Já. Þeir eru eitthvað að reyna að fara illa með hann einhverjir... Já, ég held að það hefur orðið til þess að hann ekkert lengur Íslandsvinnur. Það var eitthvað að vera að taka hann í raskati, afsakið orðbúræði, að vera að fara eitthvað illa með hann. Þetta ekkert ljótt. Fara eitthvað illa með hann hérna í þessu hús hans. Já, það illa svalur náungi, sko. Já. Það er ekki hérna alltaf á kaffibarstímanum. Jú, mikið þar. Svo það Rihanna. Vinir hennar og umbóðsmenn og bara allir í kringum hann hafa gríðarlega áhyggjur af henni. Hún hefur þurft að aflýsa 2 tónleikum núna í Bandaríkjunum, bæði Boston og Baltimore vegna veikinda en læknar í hönnum, þetta kemur hér frá nánum vinir hennar, hafa miklar áhyggjur af henni og segja að þetta sé ekki hægt lengur, þetta lífverðin á henni. Hún hefur gríðarlega gaman að djamma, drekka og reykja fram á nótt og sofa lítið og nú líka minn bara búin að gefast upp. Já, vinkonum mínar fóru þarna til Svíþjóðar í fyrra. Já. Og á einmitt í þeim þetta gjörðum að fara á Rihanna tónleika. Hún var kanselaði þeim. Já, hún þurft að kansela nokkur tónleikum, sko. Já, það er ömulegt fyrir businessin hjá henni. Ég veit bara orðið eitthvað happ og glapp hvort hún kom í bæinn eða ekki, skilur. Það er bara ok, maður sé að verður hún á einhverju fyllir eða nægir tónleikunum. Þetta er bara, þetta er ekkert í boði bara fyrir aðdáendur. Þetta er samt, krefjandi vinna því að það er engin varamaður í showbusiness. Það er akkurat máli. En þess vegna þarf hún líka að sinna sem svo manneskja. Manstu þegar Hemmi Gunn var veikur á tali með Hemmi Gunn? Vala Matt enda datt inn. Það var samt aldrei á tali með Hemmi Gunn. Nei, það var bara að tala með völu. Þú veist, blöðvélinn dettur út og það kemur einhver inn í staðin og það verður aldrei alveg svo blöðvélinn. Já, takk fyrir það.
Ég fíla og setur þetta á sama level. Ég hef ekki setið þetta á sama level en þú veist hvað okkur. Já, ég skilji. En hún þarf bara aðeins að passa sig. Ég meina, meðan hún á tónleikaferðalagi líka, þetta nú ekki þannig. Hún lifir nú þannig lífi og hún getur nú ekki kvarta. Ekki bara klára það eins og manneskja. Það er einhver óregla á stelpunni. Já, og líka búið að vesen hann eftir hún byrja aftur með þessum viðbjóði þarna Chris Brown. Já, þér voða illa við hann. Já, mér bara voða illa við menn sem berja konuna sinni. Já, en þú veist, eru þau ekki bara hrifin á hvort öðru eða svoleiðis? Jó, ég meina, ég óskaði um allsins besta. Það er bara þannig og ég meina, batnandi mönnum er best að lifa en eins og staðan í dag, þá er hann í... Var hann ekki líka að taka á einhverjum... Hann er ekki á my good side. Hann var að buffa einhvern annan líka dag. Já, hann er bara í tómu rugli, þessi drengur er svona rugglar. Það er engan snilling til átt að segja því. Ég var að berja hérna Frank Ocean fyrir að leggja í stæðið hans, það var ekki eins og mert honum og alveg vonlaus maður. En hérna... En ég gef hann það samt, mér finnst hann fínn tónlistarmaður. Mér finnst hann gera góð lög og hann er bara eitt flottasti, sko, ég sá hann eins og taka Jackson á svona tónlistarhátíð, sem sagt svona Michael Jackson tribute og það er flottasta Jackson tribute sem ég séð. Og ég var aðdáandi hans áður en hann svona, já áður en maður sá hans innri mann ef þannig má orðið komast. Þannig ég er ekkert eitthvað, veist, Chris Brown, hann kann þetta alveg, en bara er að gera margt vitlaust. Svo ætla ég að enda hér á Kate Middleton, veistu hvað það er? Kate Middleton, já, það er náttúrulega konunars Vilhjálms prins. Það er hárrétt, já, Hjörvar. Verðandi drottninga, ekki? Jú, það ekki, með daginn. Já, hann verður náttúrulega kongur. Já, og já, sko, þetta fjallar endur ekki um Kate Middleton, heldur fjallar þetta um her stunt double. Þetta byrjuð Pippa. Nei, þetta er ekki Pippa. Sko, þetta er mjög, hún á svona lookalike sem heitir Heidi Agan. Lookalike er bara manneski sem er alveg eins og hún. Og það er vist alla stjörnum það með svona. Já, ég menn þetta er ekkert smá vinsælt í Bretlandi. Þú getur leikt lookalike í partíinu. Já, en sko þetta lookalike er að því að hún er í bresku konungsfjölskyldunni. Þá þarf hún ofta að taka að sér að fara í eitthvað ferðalög og svona. Og veist, ef það skildi vera ráðist á þau. Það fattar hvað ég er að segja. Já. Og hún svona fer í annan bíl eins og þetta sé hún, menn að þau fara eitthvað annað. Þetta er eitthvað svona rugl, sko. Og já, þessi Heidi Agan sem er vist á topp launum samkvæmt þessu slúðri fyrir að vera lookalike hennar, hún þurfti núna að kaupa sér svona implant, svona badna, eða svona bumbubanna, ekki bana, heldur svona bumbu að því að nú er Kate Middleton ólétt. Já, auðvitað. Og þetta var í fréttanum núna. En talandi um ólétta konur, þá eru hérna myndir af Kim Kardashian óléttri. Já, og ég sagði hérna í þættinum daginn, maður veit ekki hvor meginn sá krakkir að fara að koma. Já, hún er búin að bæta vel á sig, sem er náttúrulega fylgifiskur þess að hérna, er það ekki? Já, ég er að tala um bara líka eins og bara hérna afturhendin á henni, það kemur ekkert óvart að hann var þá leiðinni þar út, því að hann er hún ennþá stærri, sko. Já, en hérna, herru, talandi um slúður og allt þetta, ég fór á hérna sálatónleika á laugardaginn. Já, sálin maður, þvílík legend. Þvílík mætingarna og gaman líka að sjá, sko, hvað þetta var mikill family business þarna. Já. Þú veist, á barnum var bara konan að steppa Hilmars að stjórna öllu. Já, hún var bara aðgreiða. Einhver hefði bara verið út í sal og... Að skemmta sér. Nei, hún var bara að sjá um þetta allt og kallinu på svið að syngja, svona fjölskyldu útgerð. En þetta var líka, sko, þá var bara mættu fleiri Vótavonhöllina þarna heldur en þegar, sko, DJ Tiesto kom ekki á eitthvað. Já, hört svo eitthvað svona. Já, þetta var lígilegt hvað þeir eru hérna alltaf vinsælir. Já, mér fannst líka að þeir áttu þetta skilið, svona 25 ára ammali og landsinn er að vera með eitthvað almennilegt ball, eru kannski búin að voru bara síðast á spott eða eitthvað. Alveg komið tíma á eitt svona alvöru. Ég er ánægð með þetta. Og hvað var þetta með Roman Abramovich? Á að vera handtakan eða var ekki vera handtakan? Ég hef ekki séð það. Ok, handtakan í Bandaríkjunum held ég, en ég held að það væri aðalfréttur okkur í slúðurinn í dag. Nei, ég er ekki þannig slúðri. Það er fótboltaslúður. Við ætlum að fara hér í örstutt skilaboð, svo er það, já, Gísli Gylfi Sigurðsson verður á línunni hér og eftir ásamt Sturluðu staðreyndum og fleiri. Ég dansa það af mér. Örn kynnir Páskadjam í gamla kaupfélaginu Akranesi miðvikudagskvöldið fyrir skírdag. Framkoma FM plötusnúðanir Heiðar Austmann og Rikki G. Sértæki gestir og í fyrsta skipti í gamla kaupfélaginu Steindi Junior og Belt. Aðvíð 18 ára aldurstakmark. Láttu börn kveikja yfir á miðvikudagskvöldið í gamla kaupfélaginu Akranesi. Þau eru mögnuð, marstilboðin í 10.11. Maltasess á 399 krónur. React orkudrykkur á 119 krónur. Mountain Dew 33 centilítra á 99 krónur. Floridana virkni 33 centilítra á 199 krónur. 10.11, fljótlegt og þægilegt. Háskólagáttin er splunkunýtt aðfaranám við Háskólan á Bifröst sem heitir aðgang að háskólanámi. Engin skólagjöld. háskólagátt.bifröst.is
Múla.is. Peningar á mannamáli. Brostu til að gleðja sjálfan þig. Viðskiptavinir Atlandsolíu eru ánægðustu viðskiptavinir olíufélagana 3. árið í röð samkvæmt íslensku ánægjuvoginni. Brostu aftur, aftur og aftur. Veljum samkeppni. Atlandsolía. Þarftu lán? Ertu viss? Ef skynsemin segir þér að þú þurfir örugglega lán, farðu þá á Múla.is. Ást, friður og Múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. Eigum yfir 100 gerðir af fartölvum og spjaldtölvum frá Toshiba, Asus, Apple og Acer. Komdu á Suðurlandsbrautina og skoðaðu það nýjasta og flottasta á lægra verði. Tölvulistin. Túborg Léttöl og Lenovo kynna páskagleði í listasafni Reykjavíkur laugardaginn 30. mars. Framkoma Ásgeir Trausti, Þórunn Antonía, CCA, DJ Margeir og Daniel Ágúst. Tryggðu þér miða á miði.is. 1909.is. Þegar þig vantar smá lán. 1909. Happy Hour á Lebowski Bar alla daga vikunar milli 16 og 19. Lebowski Bar. FM 95 blö á FM 957. Hversu gott grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. FM. Well, it's time to start the show. Lost my heart and lost my soul. Now it's time that you won't know. Lost my mind and lost my goal. Núna, ég held þetta sé upp á hlæðinu á stöðinni í dag. Þeir Rudimental með Not Giving In og ég fer bara eitthvað þvílíkan gýr við að heyra þetta. I'm not giving in. Má ég sé hvað mitt upp á? Já, hvað er þetta fáls? Nei, það er enda þetta og Mirrors með Justin. Já, það er eiginlega mitt lag, sko. Já, ég er með 2. Það er allt í lagi. Þú mátti á 2. Þá var því að það og hana Florida-lagið. Ok, þú mátti á 2 líka. En eins og þið heyrið, kæru hlustandi, sem voru kannski að setjast við viðtækið, þá situr hann með mér hér, hann Hjörvar Hafliðason í sérstakri páskadagskrá á FM 95. Björn Bragi, ég er bara eitthvað gaman að kalla þetta páskadagskrá. Og hérna, hann er náttúrulega fótt til útlanda. Já, hann er fann til Tenerife, hann Bjössi og Sveppi og Pétur verða hér með mér á morgun og svo 2 harðir á miðvikudaginn. Og talandi páskana, Hjörvar, ertu páskabarn? Já, ég er rosaður páskabarn. Er það tilsamt? Svona allu gannislefti. Maður heyrir jólabörn og maður heyrir afmælisbörn. Ég er með 5 ára. Já. Hann er 100 sinnum spenntari fyrir páskunum með jólunum. Ok, er þetta súkulega? Nei, maður fær náttúrulega namn jólin. Já, en hann er einhvern veginn miklu peppari fyrir páskana heldur en jólin. Já, hvað er það sem peppar hann? Það eru náttúrulega, sko, páskaeggi, sko. Já. Og er það felaða fyrir honum og svona? Nei, ég veit ekki, á maður að gera það, morgun. Það er alltaf stemming. Já, heima á mér var, sko, ég er svo óheppinn, sko. Ég er í þannig fjölskyldu og þú veist, það er bara, mamma og pappi bara alltaf saman og þú veist. Ertu svo óheppinn? Ég fekk ekki svona 4 páskaegg eins og maður segir ekki svona, þú er náttúrulega alltaf því ég er 18 ára gamall þegar foreldrar mínir skilja, þannig að þau voru saman alla mína æsku, þau voru ekki að fela fyrir mig páskaegg til ég á 19 ára, sko, þannig að engar áhyggjur. Ég fekk alltaf bara 1. Já, ég líka. Fullt af félögum mínum fengu 5 páskaegg eitthvað. Ég fekk bara 1. Ég fekk alltaf 1 kannski númer 4 og svo var bara búið. Já. Þá bara var ekki til meira, sko. Ég held að það hef verið, sko, uppáhalds hátíð foreldra minna, eins og mömmugreiðinu, það er örugglega páskarnir því að það var svona smá tími sem hún fekk frið þegar hún fekk að sofa út, því að þau földu bara eggið og þau földu það líka á góðum stað, þannig að ég var alveg í góðan klukkutíma að finna það eitthvað, sko. Ok, það var engin svoleiðis stemning hjá mér, sko. Ég ratleikur en ég hef heyrt að það sé oft gert, sko. Já, ég var ekkert með GPS-tæki að lappa íbúðinni í Breiðholtinu, en svona ábúðafélag ekki. En mér finnst það sem ég finnst að vanta eru páskalögin. Já, það eru engin páskalög. Það er ekkert eitthvað, við þurfum ekkert á FM 95 blöðnum eða FM 957 og já, þetta var páskalagið með Björka Halldórs og svo Guðrúnu Gunnars. Ríkala fallegt. Ég vil ekki vera að móka eitthvað inn á þessu, á þessu páskakonsepti. Já, við ættum að gera páskalag. Já, gera páskalag, Hjörvar og páskavinir, já, með tónleika í höllinni. Raka Bjarna og eitthvað svona. Já, það er þetta mjög sniðugt. Páskavinir. En hvað myndir þú syngja þá? Ég myndi kannski taka bara eitthvað 2 vinsæl dægulög. Já, en ástæðan fyrir þetta virkar hjá Björka er að þau að vera að syngja páskalag. Ég veit það. Nei, hérna jólalög. Við bara svona eru páskar.
Svona eru páskar. Svona eru páskar. Og eitthvað svona með... Ég kemst í páskafíling. Þegar út. Eitthvað svona sko. Já, það getur svíðverkað fyrir þið. Og eggið svo gott. Já. Ég veit ekki hvað skal segja. Nei, en þú veist hvað. Já, það vantar samt svona. Það vantar eitthvað páskalust. Við vorum eitthvað að reyna að hendi páskala á það. Já, það er svolítið erfitt að gera páskala. Já, af því að þú veist, þegar maður er búinn að syngja páskaeggi, hvað þá? Það er páskaeggi, það er málsátturinn. Boðskapurinn reyndar, það er náttúrulega, boðskapurinn er góður. Og dauðafæri fyrir þá sem vilja fá sér í glas að gera það á páskana. Já, það er náttúrulega alveg að hendi eitthvað svoleiðis, þetta verður blauti páskar eða eitthvað svona flipplag, sko, svona Steinda Junior jamlag eitthvað. Það er alveg hægt. En þú vilt að gera þetta með boðskapnum og... Já, ég vil hafa það falleg. Sko, við erum að fagna því hvað var ekki páskadag sem að... Hann reisu upp. Hann er krossfestur fyrstudaginn langa. Sko, hann er hérna krossfestur fyrstudaginn langa. Já. Á páskadag. Há rís hann upp frá döðum. Nei, er það ekki uppstigningadag? Jó, auðvitað. Hann hefur ekki risið upp frá döðum bara. Nei, tók ekki 2 daga bara í það. Hann hýttur á að dáið á páskadag. Hvað gerist? Akkur erum við að auglýsa fáfræði okkar. Hann er allan pottit ekki stíu frá döðum á hérna... Það er uppstigning, það er heitin þessu uppstigning. Já, sko, málið það að pappi breytist í alltaf einhvern veginn Jesú á hérna föstudaginn langa. Ef við ætlaði að gera eitthvað skemmtilegt, horfa á einhverja grínmynd eða einhverja spennumynd í sjónvarpinu, slögt á þessu. Já. Það er ekki að fólkinn grínast í mér, ég er að horfa á þessa mynd. Æ, slögt á þessu. Það föstudaginn langi. Maður átti bara að vera heima. Þetta er orðið svo breytt, maður. Maður átti bara að vera heima og vera illa þunglindur. Það var allt lokað, nema að þú gæst farið á BSI eða þú bjóst í bænum. Það var ekki dopað á Sauðárkróki, sko, ekki neitt. Nei, og þetta var bara þvílið þunglindi og ég man að við vorum alltaf eitthvað í handbolta, blokkir í Kópavogi voru þannig að þeir eru alltaf með leikfimissali neðst í blokkinni. Mjög sniðugt, svona leikarbyggi, risastórt og mörkinni og allir bakkin. Vorum hann eitt föstudaginn langa að æfa handbolta, komum bara fóreldrar niður. Hætti, leikur sér enginn í þessu á föstudaginn langa. Þetta er aðeins harðar að þið Kópavogi. Þú bara, föstudagur langir, þá áttur þú bara að sitja heima á þér og horfa út gluggan og bara hugsa boðskapinn og bara biðja væntanlega. Ég veit ekki hvað maður átt að gera. Það var allt bannað. Það mátti ekki fór til sjoppa allavega, en það er enn í dag, það er ekkert svona. Núna þú er ekki bara nánast allt opið alla páskana, þú getur verið í ræktin alla páskana. Þú mátti vera að horfa á Harlem Shake-vídeó núna bara á páskadag eða... Já, og bara þú kemst út í búð, þú kemst í ræktina, þú getur, skemmtistaður eru opnir. Þetta er allt öðru sem það var. Þið veit ekki hvað hafði það gott að nota í krakkar. Svo erfitt í gamla daga, þegar maður þurfti bara að sitja við gluggan og stara út. Föstudaginn langa. Það var erfið. Frank Ocean hér með Thinking About You í FM 95 blöð þennan mánudaginn / miðvikudaginn. Það er ekki löng vinnuvika hjá, svona að flestum þessa vikuna. Nefn að þú vart að vinna kannski, náttúrulega flogið og sjoppur og svona. Það er reyndar ansið margir sem eru að vinna fulla vinnu ykkur, nú þurfum ég að hugsa út í það. Eins og við vorum að ræða þetta, þetta er orðið svo breytt. Það er ekkert frí hjá öllum á föstudaginn langa lengur. Nei, segðu. Ferði einhverja fermingar þessa páskana? Nei. Nei, mútt laus við það? Engin, þú veist, ég er ekkert laus við það, mér er bara ekki búið inn eina. Nei, ekki mér heldur nefnilega. Jú, mér var búið inn en ég komst ekki. Ég var fyrir Norðan, en hún er búin. Það var ekki fúll. Jó, það er alveg, þess að það bara að fá sér kökur og svona. Má ekki dissa þessar fermingar, sko. Alls ekki. Það er manni fannst þetta alveg rosa merkilegt þegar maður sjálfur að þessu. Já. Þannig að maður þarf að mæta á þetta. Fekst þú einhverja penna þegar þú varst femdur? Ég held ég að fengið penna, já. Sko, ég fekk flotta, ferð, ferð til Flórida. Fekst þú? Ok. Og leik með, Orlando Magic. Vel gert. Það er góð gjöf. Já. Ég satt bara í jöklatúninu og Sauðárkróki að telja seðla, sko. Ég vildi bara pening. Og eitt í svo öll í franskar og ekkert viðbjöð, sko. Já, ég fekk Ég hef aldrei kunnið að fara með pening. Nei. Ekki svona þannig. Ég reyndi að við skánaði í dag, sko. Ég fannst það gaman, sko. Það var ekki aldrei gaman. Maður held að miklu cash hana, sko. Já, maður aldrei séð svona. Nei, ekki svona mikið, sko. Maður labbaði bara íbúðuna með fulla vasa. Hvað var að gefa í dag? Er það 1 blár eða 2 bláir eða? Er þetta búið að breytast eitthvað? Já, þú meinar, ef maður að fara í ferminga og maður að gefa 5.000 eða 10.000. Segjum að þú er að deyta ykkur að stelpu núna. Fekk ég ekki 5.000 eða eitthvað þegar ég var. Segjum að konan sem út að deyta núna sé lítinn fermingastrók. Sem ég er að deyta? Já, segjum bara EF. Já, ef ég var að deyta, já. Ég elska hana svip sem kom á þig núna. Þú ert alltaf pullandi eitthvað. Ok, hún, stelpan sem þú ert að deyta, á lítinn fermingastrók. Já.
Audi Blöndal mætir þarna. Já, býtu, er hún sem sagt að ferma drenginn sinn? Já, ferma drenginn sinn. Já. Audi Blöndal mætir þarna bara á átínu sínum, sköllóttur í góðum feeling. Og hvað ætlar að gefa hún? Já, maður myndi náttúrulega það alltaf öðru sem ég myndi gefa honum, þetta ég myndi gefa bara einhverjum öðrum úrling. Við erum að, hvað ætlar að gefa honum? Ég myndi sko, það er ekki nefnilega að vera dýrt, en ég myndi reyna að nýta mér eitthvað svona, ég myndi reyna að búa til eitthvað flottakjöf. Ég myndi reyna að senda eitthvað treyju eða eitthvað. Já, ekki 5 bláir? Nei, hvað er þetta að geða fyrir ykkur? 5 bláir, nei. Ég er ekki að reyna að byrja með drengum. En þá veistu þá að það er uppáhaldsgæðin í familíinu, sko? Já, og hvað bara að gefa flottakjöf en pappin? Já, og bara gefa 5 bláa bara hérna. Nei, það var lélegt. Þetta er gott vega næst í lífið. Farðu að lykta með sólgleru sköllóttur hann í partíinu. Nei, ég myndi sleipa þig. Hvað myndir þú gera? Myndir þú bara mæta þannig svona sköllóttur bara í róleðutunum? Ég get ekki mætt ekki sköllóttur ef þú ert að reyna að fara út í þær samræður. Myndir þú mæta með hattina? Nei, ég byrjar að leggja hatnum. Ég er aðeins byrjað að vinna núna með loðhúur. En sko, ég var einu svona í 6-pensara. Hann er hættur. Ég var með derhúur oft. Það er hætt. Svo er ég líka búinn að minka hattin en ég er að leika mig svolítið með húur núna. Já, þú veist, það er ekki... Wow, sérðu þetta kvikindi? Gísli Örn er mættur hérna í stúdíóið og grjótharður. Já. En við ætlum að spjalla við hann hér eftir örskamma stundu og ekki fá, spá auglýsingar fyrst. Og eitthvað páskalag. Já, og svo eitthvað páskalag og svo sest Gísli þetta hjá okkur. Er ljósnetið komið í götuna þína? TAL býður þér aðgang að háhraða interneti ljósnetsins á yndislegu verði. Er það ekki bara málið? TAL. Svona á samband að vera. Ofurhljóðkerfi kynnir. Við elskum Volta, Reykjavík miðvikudaginn 27. apríl og við elskum Akureyri í Sjallanum föstudaginn langa. Partíið sjá plötusnúðarnir Óli Ofur, Bensól, Mr. Koelar og Oculus. Ekki missa hágæða danspartíi í hágæða hljóðkerfi frá Function One. Risa DFD-markaður í Hagkaup Smáralind og Garðabæ. 100 titla í boði á frábæru verði. Blandan mín og blandan þín, Egils malt og appelsín. Ein stærsta leikjavörudeild landsins er í tölvulistanum á Suðurlandsbraut. Komdu og skoðuðu allt það nýjasta frá Razer, SteelSeries, Logitech, Corsair og Cooler Master á lægra verði. Tölvulistin. Þessi ánægja var í boði bless.is. Við á FM 957 erum farnir að telja niður í páskana. Þess vegna ætlum við að dæla út páskaeggjum frá Nóa Sirius og ísköldu Coke Zero til að skóla niður eggjunum. 4 sinnum á dag, alla virka daga, fram að páskum ætlum við að gefa hlustendum kost á að næla sér í geggjaða blöndu af páskaeggi og Coke Zero. Fylgstu með á FM fram að páskun og við gætum glatt þig með páskaeggi frá Nóa Sirius og kippu af ísköldu Coke Zero. Coke Zero. Ekta bragð, engin sykur. Sjáuð bara allt þetta súkkulaði. Ég get bara ekki beðið eftir að smakka. Nói Sirius. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Hversu gott er blátt hrísgrjónunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmár á 1. Rauti Blö og Hjöppi K í FM 95 Blö. Rétt áður fórum í auglýsingar og þá erum við konum með góðan gest í stúdíu við Hjörvar. Það er einn besti leikari Íslands og heitir Gísli Örn Garðarsson. Vertu velkominn. Auðli. Já, og það er komið. Takk að þið fyrir. Allertu dottinn. Hann er komin. Vertu velkominn. Takk. Hvað er að frétta af Gísla þessa dagana? Heyrðu, ég er að koma af skíðum ofan úr Bláfjöllum. Já, ég sé það. Þú lukkar eins og $1 million og þó sért í bara skíðagalla. Já, flíspeysu og skíðabuxum. Þú þarft ekkert einhvern veginn. Nei. Er þetta ekki þægilegt? Geta alltaf rölt svona bara og verið maðurinn. Ég var að koma að skíðum bara. Ok. En hvernig var í Bláfjöllum? Heyrðu, það var geggjað. Já, mikið að liði. Nei, við fórum frekar snemma, það voru mjög fáir. Það er bara blanka logn og sól. Ég held að séu 30 ár síðan ég var síðast að skíða með Bláfjöllum. Já. Og þetta var og ég hitti með eitt sem er að reka þetta, Maggi sem er að reka Bláfjöllin og ég sagði, heyrðu, það er bara opið hjá okkur. Er ekki opið alltaf bara 2 ári í Bláfjöllum? Fáið bara opið
Það er búið opið núna 70 daga á árið eitthvað, maður veit ekkert, maður bara eftir, það muna allir eftir 2009, það var opið í 6 daga, það muna það allir alltaf þessi opið bara 6 daga. Það sé alltaf bara þannig, já. En þetta var ekki ekkert. Varstu á skíðum eða varstu á bretti? Nei, ég var á skíðum. Hann svona skíðatýpan. Hvernig er þetta ekki tískanar menn gjóðin svolítið svalir í fjallinu í dag? Eða er þetta bara kraftkali eða? Nei, menn eru alltaf svalir. Sérstaklega bretta gengið, sko. Jú, það er svona stúss í fötin. Já, ég var ekta svona típa sem var ógeðslega lélugur á bretti, en ég var í flottustu og vákvæmt í flottustu snjóbuxum þetta, takk fyrir það maður, svo geti ég ekki eins og rennir. En ég er endar, hefur þú eitthvað verið á skíðum hjá því? Nei, fer ekkert á skíði sko. Þetta er minnst að leiðast að ég hef ekki lært þetta. En þetta er samt svona þú getur farið á 50 daginn, það er ókeypis, nú er ég bara eins og sé að vinna fyrir síðasæði Bláfjöllu, en það er ókeypis kennsla á 50 daginn í Bláfjöllu. Skýrðu það? Já, sko málið er það að maður þyrfti til að koma sér inn í þetta, þetta er svolítið svalt að geta að fara til Aspen eða eitthvað, maður verður ekki að ríku sko. Já, þú þarft ekki eins og ríku til að fara í eitthvað svona skíðaferði sko. Hann er svo bara að fara í fótboltaferðir. Ég þekki fullt af lungum sem hafa farið. Það þekki fullt af bláfátæk. Ég þekki fullt af fátækuliði sem er oft í eitthvað svona skíðaferði. Já, en það er ekki líka að koma bíómynd með gamla. Heyrðu, það hefur verið að frumsýna mjög skemmtilega, held ég, rómantíska. Já, ég ætlaði að spyrja þig, sko, ég er búinn að sjá trailerinn, er þetta grínmynd? Það er náttúrulega Latti aðalhlutverki, svona einu af stærstu hlutverkunum. Já, þetta er rómantísk gamanmynd. Rómantísk gamanmynd, ok. Það hefur ekki verið mikið af því á Íslandi. Nei, og við Ilmur erum að leika þarna par og Latti, pabbi hennar sem að deyr áfengisdauða í bókstaflegri merkingu. Já, ekki bara dauður í partíi. Nei, hann deyr bara. Já. Og en svo neitar hann að vera dauður, af því það var svo gaman að vera til, þannig að hann gengur aftur. Og gengur aftur í húsinu þar sem að ég og Ilmur eigum að búa, sem að var hans hús fyrirhandi, og hann vil halda áfram fyllir í og kvennafari en vantar svona stundum líka með til þess, þannig að hann fer inn í fólk og... Já, ok, hann kemur ekki tilbaka bara sem draugur? Jú, líka. Já, ok. En þá getur hann náttúrulega ekki snert á neinu, þannig að það þarf að fara inn í líkamann á mönnum eins og mér og reyna þannig. Hann tekur þá sér festu inn í þér til dæmis og fer þá að haga sér eins og hann sjálfur í þér. Já. Ok, skemmtilegt. En þetta er svona, já, þetta er fyrst og fremst bara rómantísk gamanmynd með þessu drauga ívafi og mér líst frusu vel á þetta. Já, það er allavega landsliðið þarna, það er valið maður í hverju stöðu. Gaman að leika á móti Latta og Ilmi. Já, hafðirðu leikið á móti Latta áður? Nei, ég hef nú ekki oft verið álitinn svona í grínlandslið Íslandíka. Nei, það gerur mikið í grínmyndum. En það er, þannig að ég var að leika á móti honum í fyrst skipti. Já. Og ég var að leika á móti Ilmi líka í fyrst skipti. Já, ok. Ótrúlega með virðast. Við þekkjumst reyndar, við höfum þekkst mjög lengi. Hún kom og bjó hjá mér einu sinni í Nóri þegar ég var 20 ára. Þá var hún... Ilmur? Já. Já, ok. Hún 18 ára. Hún er svona comedy. Já, hún er hrikalega fyndin. Já, hún er mjög mest hún alltaf með þeim bestu í stelpunum og mjög fyndin og skemmtilega leikona. Og hvenær er myndin frumsýnd? Hún er frumsýnd á miðvikudaginn. Frumsýnd á miðvikudaginn, ok. Þannig að skýrta gerir ráð fyrir að menn geti bara flikst í bíó og... Þetta er líka svolítið, þetta er páska þema, maður að ganga aftur og... Já, það er svona smá Jésu Svo þið tengjum við það, Já, og já, þetta er... Ertu búinn að kaupa þér páskaegg? Já, ég er búinn að því, ég er búinn að geta eitt páskaegg. Ertu búinn með eitt? Já, ég er nefnilega talandum, ég er að tala á hennu fóreldur og svona sem að maður fekk alltaf 10 páskaegg á... Já. Ég fekk sko fullt af páskaeggjum. Þú sagðir, það er svo öðvitað. En svo keipti ég mér bara páskaegg um daginn og ég á dóttur sem er 6 ára. Ég keipti bara páskaegg og við bara átum það. Já. En svo er orðið núna svona sko, en samt er vanþakklæti komið inn, því svo fórum við í bónusum daginn og þá sagði hann, ég ætla að fá hérna, nammidagur, má ég ekki fá páskaegg? Nei, það er ekki konu páskar. Pavi, ég bara byrði nummer 2, ég fæ nummer 7 á páskónum. Þú getur alveg hendið tvist hérna fyrir mig. Eins og allt í lagi að fá bara nummer 2 páskaegg á lögatum. Hvernig ert þú að fíla þetta geta núna valið svona mismunandi, þetta er svona... Já, kom svo marga tíu, ég fæ kvíð, bara valkvíða. Já, ég líst ekki á þetta, og lakrísi líka. Já, þetta hljóma líka allt svo gott, nissa páskaegg, lakrís páskaegg, maður bara svona... Og hver bað þetta, þú veist, var ekki... Það mætti alltaf menn vera að græða á þessu. Munið ekki, ég man sko þegar það var til Nóa, Góu og svo var til einhver sem, mér minna að það heiti Kristall eða eitthvað, Kristall. Var ekki einhvern tíðan eitthvað til sem heit Linda? Jó, þeir voru líka með páskaegg. Jú, var það kannski.
Það sögum við með Lindubuff og þetta allt. Já, þannig að nú maður bara í ruglunum með þetta. Já, en við hérna, en varstu, ég ætlaði líka að spyrja þér, þú varst á setti og svona, nú ertu búin að leika, ég stríði þér nótt á það, ég er búin að leika í stórmynd með vinn okkar, Jake Gyllenhaal og fleirum. Varstu ekkert að taka svona settinu bara, hvað þetta er eitthvað tíkallalegt maður. Ég maður þegar ég var að taka hérna Walt Disney myndina Prince of Persia, þá fengum við svona að skjóta því á liði. Jú, ég var mjög oft og ég var að reyna að kenna Latta það að bera virðingu fyrir mér á setti og horfa ekki í augun á mér. Þú var að koma þér í karakter. Það sem ég passa, ég reyna svona að fá krúið til þess að það er svona að það má ekki horfa beint í augun á mér. Nei. En svona öllu ganni sleppti, er það þannig úti? Eru menn í því eitthvað bara svona, ekki horfa í augunum, ekki trufla innbindningunum mína hérna fyrir þessa senu? Eða er þetta bara svona eins og Íslandi, bara jolly? Þetta er bara mjög svipað, sko. Já, menn ekkert að tapa sér hana? Nei, þetta er allt svo pró líka hérna heima, menn eru hættir að horfa í augun á manni. Menn eru hættir að fatta þeir að haga sér svo menn. Fatta hvernig á að gera þetta hérna heima, þetta er allt orðið eins og þetta á að vera. Finnst það ekki miklu þægilegra? Menn eru byrjað átt að sagða hvernig á að haga sér á setti. Jú, það er allt annað líf, mann líður bara eins og maður sé í Hollywood. En ég gæti alla til þess að kíkja á þessa mynd, þetta er, já ég ætla alltaf að fara á hana á miðvikudaginn kemur. Ófegur snýr aftur. Og gengur aftur. Fyrir ekki þetta. Gengur aftur. Því Jesús snýr ekki aftur, hann gekk aftur. Já, auðvitað. Þetta er bara, ég ekki verið að reyða við okkur Gísli. Þetta er bara, maður er komin hérna á fjöllónum. Þetta var Hjöppi, basa hans að bæta. En við kíkjum á hana miðvikudaginn, sannur heiður að fá það hérna í spjall, Gísli. Já, komum til ykkar, takk fyrir. Bara og gangið vel með þetta. Ok. Fáum hér Drake og Rihanna. Svo er það sturlaða staðreyndir, Gísli. Hérna Gylfi Sigurðsson á línunni eftir smá. Lamborgarinn er á fabrikunni. Hann vill að þú borðir sig. Glóðar grillaðar lamba præm steikast neyðar með bernes og hvítlauksspeppu. Aðeins í boði frammi við páska á meðan byrðir endast. Hamborgarafabrikan sími 5757575. Það verða fagnaðarfundir þegar góuekkin finnast. Gleðilega páska og verðið þér að góu. Og mundu eftir lakrísekkinu. Samfilm kynnir. Frá leikstjóra karlar sem hata konur. Kemur mögnuð spennumynd með Colin Farrell og Númi Rapace í aðalhlutverkum. Dead Man Down. Komin í bíó. Túborg Léttöl og Lenovo kynna páskagleði í listasafni Reykjavíkur laugardaginn 30. mars. Framkoma Ásgeir Trausti, Þórunn Antonía, CCA, DJ Margeir og Daniel Ágúst. Tryggðu þér miða á miði.is. Hamborgarar, kjúklingaborgarar, kjúklingabitar, kjúklingastaðurinn, Suðveri. Og verðlaunin hlýtur Vísir.is. Takk. Já, ég er að fá að þakka dómnefndinni, einfaldri framsetningu, færri flettingum, þægilegu og myndrannu viðmóti. Bíddu, ég er ekki búinn. Ég vil þakka öllum fesku fréttunum, aðþrýingunni, fjölbreyttu efnisvalinu, sportinu, lífinu, skoðurinni, viðskiptunum. Og mamma, takk! Mamma, ég elska þig, þetta er fyrir þig! Afþreying, fréttir, fjölbreytt efnisval, myndrætt viðmót og færri flettingar. Þess vegna er Vísir.is fréttavefur ársins. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Hversu gott er brúnt karamellunissa? Húðflúraði flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Rétt er að hlusta hér á Auðun Blöndal og Hjörvar Hafliðarsson sem verða með ykkur til 6 í dag þennan mánudaginn. Við erum búin að koma nokkur sem inn á það hér í dag að þetta er svona mánudagur/miðvikudagur sem er kósí. Virkilega kósí. Já. Það er eitthvað svo hressandi þegar það eru stutt að vinna ykkur. Já. Þá eru allir bara einhvern veginn léttar að því. Við þakkum Gísla aftur kærlega fyrir komuna.
virkilega skemmtilegur, já, bæði skemmtileg manneskja og leikari þar á ferð og hvetjum allir til þess að kíkja á myndina og Ófeigur gengur aftur. Hann líka svalur. Já, má eiga það, hann eitraður töffari, við verðum að gefa hana. En áður við hringjum í Gylfa Sigurðsson fótboltakappa og ræðum við hann þá ætla ég að fara hér í sturlaða staðreyndir. Er það ekki? Þetta líka mér. Aðeins að hrista upp í þessu. Við vorum að koma úr viðtali, mér finnst fullt gróft að fara beint aftur í viðtal. Það verður ég að nýta mér 11 ári í fjölmiðlum. Með hrista upp í þessu með sturlum. Já, og já, þú ert ennþá mjög hrifinn af sturlaðum staðreyndum, ekki? Jú. Það sem ég vil líka alltaf fílaði þig sem vin, Hjörvar. Þú ert svona típa, þú lætur mann heyra það að þú ert komið leið á einhverju. Ef það er eitthvað sem fyrir töðunar þá segir það, þú segir það frekar við mig heldur en bak við mig. Já, ég tala við þig en ekki um þig. Já, og þannig að ef þú segir mér að þú fílir ennþá sturlaðar staðreyndir, þá veit ég að það eru ennþá góðar. Ertu tilbúin? Já, ég er klár. Ég held reyndar að við þessu blaðið. Hérna þetta. Ok. Fyrsta Zimbabwe eiga $217 eða tæpar 30.000 krónur inn á bankabók. Allt landið. Já, það er náttúrulega óða verðbólga þarna, sko. Já. Þú veist, $1 billion þar er bara kannski eins og 300 krónur. Já. Eða eitthvað til, sko. Bara $217, bandarækjadólar. Já, þeir eru bara sorglegt. Þeir voru eins og frekar ríki, sko, þegar Bretar, nei, nú ætla ég ekki að fara. Nei, ok. Ætla ekki að trefna með þessu. Þeir, Mugabe er búin að koma allir í rugglata. Já, það er viðbjóðsmaður. Skulum fá hér næstu mörgæsir stundavændi. Stundavændi fyrir mat og flotta steina. Ég veit ekki. Mörgæsir? Já, það er einhvern veginn ætla það sé ólöglegt hjá mörgæsum. Heldur það að sé einhver svona löggumörgæs sem kemur og segir, herru, verið ekki að þessu? Sko, það er svo margt við svona sem ég skil ekki alveg, hvernig veit maðurinn það að mörgæsi að stunda vændi? Maður sem að stúdirar mörgæsi sér alveg að vændi í gangi, Hjörvar. Annarkvort ertu ástfangi mörgæsi eða þú ert að kaupa þetta. Er það þá einhver þriðji aðalega að græða? Er það einhver pimp í þessum? Eða er þetta bara svona beinviðskipti eða? Heldur að sé ein mörgæs svona kantinum í svona loðfraka sem að fær svo steinin eða helmingil á honum? Ég meina ég sá að fegst eitthvað stein þarna fyrir þetta. Komdu með brjótumann. Ég veldi bara fyrir mér, þú veist, hvernig hérna virkar þessi balansi? Ég veit það ekki. En það er sko, það eru menn sem stúdir þetta. Þú er átt að því að það er búið að gera marga bíómyndir mörgæsir. Og þetta er menn sem vita allt mörgæsir. Og ef þeir segja að mörgæsir stundi vændi, þá trúi ég þeim, sko. Þeir hljóta að sjá það einhvern veginn, bara, ok, hann er að láta hann hafa stein, þau er ekki par. Af því að ég var líka með Jú, maður er bara að reyna að tilengja sig gagnrýna og hugsun, reyna stundum að sko setja spurningamarki, við segjum ekki alltaf bara já við öllu. Já, ég endur jána með, út af það gengur þetta hérna. Já, ég ber nefnilega virðingu fyrir mörgæsum. Já, minnst það frábært dýr. Þú veist, ég ætla ekki að kaupa það að þeir séu stundar vændi. Hvað segir þau? Ég ætla ekki að kaupa það svo auðveldlega að þeir séu stundar vændi. Nei, það er að stunda, ok, við þurfum ekki að fara neitt nánar út í hvernig vændi er stunda þarna. En allavega, þá vilja menn sem hást út af mörgæsir segja það. Ok, tilbúin. Hvernig svo sem það er? Af því ég var líka með aðra sturla staðreynd mörgæsir einsinni, að þegar þau byrja saman, þegar mörgæs og önnur mörgæs byrja saman, þá eru þau bara saman það sem eftir er. Það er fallegt. Það er mjög fallegt, þannig að mörgæsir, já, þetta eru einhverjir bad boys mörgæsana sem eru að stunda vændið þarna og eru að eyðileggja svolítið fyrir hinnum. Svo kemur næsta, fiskar geta drukknað. Sturlu staðreynd. Kom mér óvart. Ég sá það líka bara augunum á þér að það kom þér óvart. Kom mjög óvart. Þetta er svona, þú komst með svona augun og spilaði stundu póker, það er eins og það fengið 2 ása. Svo kemur hér næsta. Munnurinn á hundi, eða kjafturinn á hundi, er 200 sinnum hreinni heldur en kjafturinn á meðal mannesku. Já. Þetta kom mér líka gríðalega óvart. Sko, þetta er dálítið magnað, það var einhver að segja með það, sko. Eru þeir ekki að sleikja á sér punginn og... Jú, en, sko, þetta kemur óvart. Já. En sko, af því að munnurinn á manninum er eitthvað, þarna eru mestu sýklarnir. Já, það er þannig. Í raun og veru, sko, það væri skárra fyrir þig að ég myndi pissa á þig, heldur að hrækja þig. Já, það er betra að þú myndir míga framan í með heldur. Það er hreinsalt þarna. En þú veist að það er samt betra að það er samt hreinna að ég og þú myndir fara í sleik fyrir hittumst heldur en takast í hendur. Já, ok. Já. Á stjórnlu staðrindin einu sinni. En mjög fyndur og skildi segja hitt, því að það var líka stjórnlu staðrind að það er hreitna að þú mýir á mig heldur að hrækir á mig. Já. Ekki það, ef þú yrðir að gera annarkvort í einhverju bræðiskasti, þá myndi ég freka vilja rákunna frá þér. En ég myndi mýga á læri á þau bara í Nei, ég er feskur, alls ekki. Ok. Bara ekki pissa mig. Bara pæling. Já, en allavega þá er það þannig að hundurinn það er sem sagt skarra fyrir sleiku hund heldur en mann. Ok. Svona sýklalega séð. Annars er það ekkert sexy að vera bara hérna einhvers staðar út á kantsteini í sleiku hund, ég held að það sé ekkert vinsælt. Svo er það næsta, sniglar eiga til að sofa í 3 ár. Þetta hafst mér skemmtilegt.
Ég stundu svo einfaldur, ég satt bara í hátæri í dag og sprakk úr hátæri þegar ég las þetta að ég sá fyrir mig bara eitthvað svona snýl sem er bara svona, herrasti mín, ég ætla að leggja með þess hvað kallar að leggja þig? Verð ekki á mér hérna, ég er búin að vera þvílið duglegur svo er bara sofandi í 3 ár Það er mjög fyndið Það er ekki smá tími Já, ekki degjúhlátri Nei, þú veist, þetta er ekki, það fyndið að ég fer að hlæja upp á Það er svona, maður fer að brosa við til Já, svona haha, nákvæmlega Svo er það hér næsta, ef þú heldur, já, ég ætla að prófa þetta Þeir verða hérna með mér á morgun, Sveppi og Pétur Það er strákar í Union hérna í FM 95 Blö Og ég ætla að láta Sveppa prófa þetta á morgun Ef þú heldur fyrir nefið þær þá bragðast epli, kartöflur og laukur alveg eins Það finnur enga mun á lauk, eplum lauk, epli og kartöflu ef þú heldur fyrir nefið Ok. Það er mér svolítið skrítið og ég á erfitt með að trúa þessu en ég ætla að staðfesta þetta á morgun. Þú allar með lauki? Nei. Ok. En Sveppi, hann prófar þetta á morgun, tilraunamaður FM 95 Blö. Svo er það hér, ónæmiskerfi krókódíla er svo sterkt að þeir geta losa sig við HIV. Já. Þetta er magnað maður. Þetta er mjög magnað. Já, ég var alltaf rosalega hræddur við AIDS þegar ég var yngri. Eftir að Magic Johnson greindist með AIDS. Hvað, þá varstu 12 ára? Hvað, varstu að fara snemma að staða það? Nei, maður hugsaði bara mikið þetta. Svo dó Freddie Mercury þetta var... Allir þessi, ég er búinn að lesa bók þar sem maður heldur við fram að það hafi aldrei neitt amað að Magic Johnson. En sko, ég hef náttúrulega rifist við þig þetta áður. Freddie Mercury átti alveg nóga pening, sko, okkur dó hann þá? Hann vildi meina það að þetta væri hérna plott hjá, sem sagt, Magic ætla alltaf að hætta, þannig eftir úrslagkeppni 91 og þeir hafa bara planað þetta svona hann hefði fengið einhverja gríðarlega fjármuni fyrir því allir þeir sem greindust á þessum tíma þeir dóu mjög hratt og það var engin lyfjameðferð þannig í byrjun 10. áratug síðustu aldar og þessir hérna mikið af ballettdansurum mikið af allir þeir sem fengu iðni hann fekk veiruna náttúrulega HIV en hann er búinn að vera núna skellir hlægjandi í rúm 20 ár sem er náttúrulega frábært en svona þetta Ég sagði einmitt við Egilöfnum daginn þá var ég með hérna Sturla staðrendum krókódíla sko og ég hef alltaf verið mikill aðdáandi krókódíla svona grimmir og flottir einhvern veginn og spáði, núna er maður að frétta það ónæmiskerfið er svo magnað að þið fá eðnið og bara henda þið út nenni ekkert að standa í þessu Svo er það hér, það eru 3 ár eftir Bruce Lee var svo snöggur að það þurfti að hægja á myndum hans í bardagatriðunum Hefur hort á Bruce Lee myndir nýlega? Mér finnst Bruce Lee umræðan hefur dáið svolítið síðust ár því að ég man þegar ég var úlingur þá var ekki talað um annað en Bruce Lee Nei, það var að því Stöð 2 voru að sína þarna Enter the Dragon og þess að myndir þetta á föstudum Þetta er náttúrulega alvöru legend Ég sko, allt þetta djók Chuck Norris á eiginlega verið Bruce Lee Þeir náttúrulega sko Börðust Bruce Lee hérna barðan í einhverju myndinni en hérna Bruce Lee fór náttúrulega illa úr kókaininu, var ekki? Já, hann var það málið? Var hann eitthvað að henda í sig eitthvað svoleiðis viðbjöðu? Eitthvað að fá sér línu þarna Já, það er leiðilegt að heyra Ég held það, Jóna, ég sé ekki að slúður eitthvað með hennan magnaða gæja Nei, hann er þetta náttúrulega hérna algjörð legend Svo átti hans son sem heitir Brandon Lee sem leikir The Crow og hann listi upptöku á henni Það var ríkalega sorglegt dæmi Já Og já, allavega, þá er Bruce Lee, það er þetta að hægja á bíómyndunum hans sem að mér finnst alveg magnað. Svo er það hér næsta styrlaða staðreynd og ég ætla að vera mjög pró núna Hjöppi í þessar hérna styrlaða staðreynd. Ætla að leyfa fólki að heyra. Ég fór og tekka á þessu í dag, ég mundi eftir þessu svo þegar ég spilaði þetta, þá fatt að já, alveg rétt, hún var með þetta í laginu. En styrlaða staðreyndin hér er að Ray-Ban sem selja sólgleru höfðu samband við Ríhönnu og báðan að tróða orðinu Ray-Ban inn í næsta hittara sinn og borguðu $125,000 fyrir það, hvorki meira en minna sem eru tæpar 17 milljónir ásamt því að Rihanna fengi Ray-Ban for life, það er sem sagt bara sólgleru eins lengi og bara hún lifir og já, Rihanna, hún hendi í lag sem heitir I'll Drink to That eða eitthvað líka, Cheers og hlustaði nú Hvernig varst þetta? Vel pró hjá Blö Vel pró, ég skal viðurkenna það Já, ég veist ekki að vera þetta kaupa texta reyndar Pitbull, hann rappar mjög mikið vodka sem hann sér Já, A little bit of bowly Já, þetta er hann að fá borga fyrir það Hann reyndar býr hann til sjálfur sko Nei,
Nei, heldur hann sé bara heim í stofu að mixa eitthvað vodka hann að því hann fær pening fyrir að sponsa þetta já, hann á kannski 5% í þessu eitthvað nei, hann á helmingin í þessu fyrirtæki en nú vitið það, kæru hlustendur, þið lærið alltaf að hlusta FM 95 Rihanna fekk 17 milljónir fyrir að setja þetta inn í lagið sitt got my Ray-Bans on and I'm feeling hella good tonight Svo er það síðasta sturlaða staðarinn dagsins sem ég er gaman að því ég er mikill pítsumaður 94% af bandarækjumönnum borða pítsu allavega einu sinni í mánuði 94%, það er 6% af bandarækjumönnum sem fá sér ekki pítsu einu sinni í mánuði allavega Það er þá kannski einhverju bara með eitthvað ofnæmi fyrir hveitið eitthvað Já, örugglega eitthvað þannig, eitthvað hveiti ofnæmi með eitthvað Hvað heldur þú takir oft í mánuði hér? Ég veit að það er náttúrulega misjám sko ég er ekki af grimmi núna og ég var sko Það er minga, en þú ert búin að henda þér hvað, 8 kíló með eitthvað? Já, eitthvað sliðis, en maður var hérna í svona 3 pítsum í hérna á viku Já, viku? Já, það toppa mig Ég er í svona 2 á viku 3 pítsur á viku er ekkert frábæra á okkur Nei, það er En ég tók alltaf 2 litra kók með öllum Já, þar liggur munurinn og eitthvað En fáum hér óskalag fyrir ungan snilling sem var hér í stúdíónu áðan. Þetta voru sturlaða staðreyndir. Hvað stóð upp úr hérna? Alltaf þessi ekki að krókódílarnir geti læknað sig að hávaff. It was 99 cents. No wolf on your noggin. What you knowin' about wearing a fur fox skin? I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up. Thank your granddad for donating that plaid button up shirt. Cause right now I'm up in her skirt. I'm at the Goodwill, you can find me in the I'm not stuck on searching in the section. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy. I'll take those flannel zebra jammies secondhand and rock that. The built-in onesie with the socks on them. I hit the party and they stop in that. They be like, oh, that Gucci, that's hella tight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. Gylfa Sigurðsson á línu, við ætlum að ringja hér í hann eftir 5 mínútur. Já, ég minnst á þetta áður að komur óvart þegar ég heyrði þetta Thrift Shop laga að þannig er bara einhverju hvítiguttar á ferðinni. Já, þú helst að það væri dökkjur og hörund. Ég gaf mér það bara. Já, en þú heyrðir M&M fyrst, fannst það hann? Nei, ég vissi að hann væri... Hann væri hvítur, já. Því að Dr. Dre, störuðu staðinn, Dr. Dre held alltaf að hann væri svartur, eða blökkstrók. Ég er reyndar mun meiri Dr. Dre maður heldur en nokk tíma mann M&M. Nei, já. Ég er eitt svo harðast í Dr. Dre klubnum, sko. Ég er rosalegur M&M maður. Já, við ætlum að heyra hér í Gylfa sem er nú staddur á Dubai í þægileg heitum þar eftir 5 mínútur. En áður en við ringjum í hann, þá ætla ég að segja hérna Hjörvar að Star Wars er orðin viðurkennd trú. Komið tíma það. Maður er alltaf að heyra eitthvað, sko, það er líka komið Maradona trú. Það er komið Star Wars trú og þetta er samkvæmt FM-preppunni hérna, þá var þetta viðurkennt núna helgina sem það er að segja a religion, eða trú. Og ég veit ekki, sko, það er náttúrulega, ég hef hitt alveg nokkar svona Star Wars, má maður ekki alveg kalla þetta Star Wars lúða eða? Það er eitthvað ljótt að segja eða? Ég held að mig alveg segja það, sko, ég hefur reyndar engan áhuga á Star Wars. Star Wars, sko, fyrstu 3 myndar voru ógeðslega góða. Já, ég, sko, á bróði sem nokkrum var veldri en ég. Já. Og hann var mikið fyrir þetta. Áttu þú aldrei Star Wars dót og svona? Já, hann átti þetta allt saman, sko. Ég erði þetta, sko. Já. En, þú veist, ég gerði ekki neitt fyrir mig, sko. Seinni 3 myndar voru bara svona la, sko. Sko, ég held að við einhvern tímann hafi ég átt svona Chewbacca-grímu. Og tók ég svona Bjarnar Töframann og talaði þessu Chewbacca. Já. Bjarnar Töframann nær honum þetta rosalega. Heyrðu, ég var í Livju á Smáratorgi. Er bara heyri bara alltaf einhverju svona kassagítar eitthvað. Let's go blind. Coldplay lag. Já. Þá var bara Bjarni Töframaður hann að taka lægi fyrir gest og gangandi. Að böska bara? Að böska þá bara? Já, bara svona, þú veist, þá sko verið að breyta Livju nýri Smáratorgi. Já, ok, hann var ekkert fyrir utan að betla pening. Nei, ég held ekki, sko, hann var bara að taka lægi og var bara svona einlagur með Coldplay-lög og heldur þægileg stemningarna, sko. Já, hann kann Töframaður. Fínasti söngari, sko. Já, ítla gaman að þessu. Hann hefur ekki tekið Chewbacca? Hann klikkaði að taka Chewbacca. Hver er þinn maður í þessu Star Wars spilli? Ég á ekkert minn mann, sko, sem sagt var Chewbacca þinn maður. Já, hann hlýtur að vera minn maður, sko, Chewbacca. Já, ef maður fara út í eitthvað svoleiðis leiki, þá var það alltaf Yoda. Já. En bara Han Solo. Him it must. En Han Solo. Han Solo, já, hann var líka grjótarður. Eins og ég segi, það fannst mér fyrstu 3 ár mjög góðar. En það er eitthvað, mér finnst eitthvað svo stygt að menn eru byrjað að taka upp, sko, trú. Hvað, ég meina... Sko, ef það var eitthvað svona bíómið sem ég myndi taka upp sem trú, þá verða það kannski Rocky. Já, byrja að trú á hann. Já, bara að trú á Rocky og eitthvað og Ivan Drago og... Það væri þá Ivan Drago hérna bara djöfullin eða? Ég veit það ekki, nei, mér er ekkert illa við Ivan Drago því að þeir skilja ekki illa.
Þó að Ivan Drago hafi drepið besta vin hérna Rocky í fyrir bardagunum 4, þá skilja þeir ekkert illa sko, því að hann skildi það alveg að þetta var bara boxbardagi. Þeir eiginlega enda sem vinir Rocky og Drago, því að sko, if I can change, you can change, segir hérna Rocky við hann. En sko, það var verið að í Hamburg voru þeir að gefa út hérna Rocky the Musical. Rocky the Musical? Af því að þú veist, tónlistin í Rocky Jú, reyndar, það eru flott lög. Já, þeir að segja, ég fatt það núna. Og þetta að slá alveg hrottalega í gegn. Bara öll aðsóknarmet? Já, öll aðsóknarmet í Hamburg og að fara með þetta til hérna á Broadway. Klitschko-bræðurnir eru pródusentar af þessu. Já, ok, vel gert. Og þeir sem fengu dansara og söng og það er sniðugt. Þannig að við þurfum að henda okkur kannski til Hamburgu tækifæri og skella okkur á Rocky the Musical. Það er aldrei að vita. Við ætlum að fá hér smá auglýsingar, örstuð skilabóð. Svo er það Gylfi Sigurðsson sem setti með 2 mörk á móti Slófunum á föstudaginn var. Fermingarleikur FM 957 og Kringlunnar. FM hvetur alla fermingakrakkan til að skemmta sig með okkur í Kringlunni laugardaginn 30. mars. Ef þú ert fædd eða fæddur árið 1999 getur þú fyllt út þátttökuseðil og skilað í þjónustuborg Kringlunnar fyrir klukkan 13 laugardaginn 30. mars. FM 957 verður í beinni útsendingu frá Kringlunni og býður upp á frábæra dagskrá. Framkoma Friðrik Dór og Lalli Töframæður ásamt því að við munum segja frá útsölu sprengju aldarinnar sem verður aðeins í gangi í klukkutíma. Taktu þátt og skemmtur með okkur í Kringlunni. Þú gætir unnið eftirfarandi vinninga: iPad Mini frá iStore, Beats by Dr. Dre heyrnartól frá Vodafone, 50.000 króna gjafabréf frá Noland, Timberland Yellow Boots frá Timberland, Diesel eða DKNY úr frá Meba Rhodium eða 50.000 króna gjafabréf frá Gallery 17. FM 957 og Kringlan verða í samkölluðu fermingafjöri laugardaginn 30. mars frá 1 til 4. Í Kringlunni færðu allt fyrir ferminguna. Úrvalið er endalaust. Kringlan, af öllu hjarta. Hefurðu prófað pizzuna Bóndabæinn á Wilsons með stóru og litlu pepperoni, skinku, nautaki, beikoni, piparosti, rjómaosti og grænum piparkornum. Wilsons pizza, sími 581 15 15. Það er alltaf hægt að byrja upp á nýtt. Háskólagátt við Háskólann á Bifröst er frábær kostur fyrir þroskað fólk sem vantar bara stúdentsprófið. Háskólagátt.bifröst.is Og við allan sólarhringinn í Skeifunni, í Garðabæ og á Eiðistorgi. Hagkaup. Ein ferð, betra verð. Burn hittar upp fyrir AK Extreme. Send inn flott myndband af þér á snjóbretti og þú getur unnið flug, gistingu og þátttökurétt á Burn Chip mótinu á AK Extreme helgina 4. til 7. apríl í boði Burn. Taktu þátt á burn.is. Þarftu lán? Ertu viss? Ef skynsemin segir þér að þú þurfir örugglega lán, farðu þá á Múla.is. Ást, friður og Múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. Hamborgarafabrikan er opinn alla páskana nema á páskadag. Því að þá eru allir heima að páskast. Komið og bragðið, páskalamb borgaran. Hamborgarafabrikan 575755. Fabrikan@fabrikan.is. Nú væri gott að opna eina kalda. Súkkulaðimjólk frá MS. Nú getur þú fengið Apple-fjölskylduna eins og hún leggur sig á lægra verði í tölvulistanum. iPad Mini, MacBook Air, iMac, iPad, Mac Mini og MacBook Pro. Tölvulistin. Hver vill ekki klæðja vinnufélagana með glæsilegri tælenskri mataveislu frá Krúa Thai? Á hverjum 50. mótni hjá Yngva Eysteins drögum við út fyrirtækjavikunar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig á samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki svikinn af tælenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai. Þú ert að hlusta á FM 95 blöð, á FM 957. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Og þægilegt hér á mánudegi.
En við Hjörvar erum konum með góðan gest hér á línuna. Hann heitir Gylfi Sigurðsson og leikmaður íslenska landsliðsins og Tottenham Hotspur í Englandi. Gylfi, ertu þarna? Ég er Þarna ertu. Sæll og blessaður og velkomin í þáttinn. Takk hérlega, hvað segir gott? Ja, við erum léttir ljúfur og kátir til hamingju með þennan stórkostlega leik á föstudaginn, Gylfi, og kannski ef við förum beint bara í málana. Það er allir að tala um þessa aukaspyrnu í fyrsta markinu. Hefur eitthvað eftir þetta? Já. Nei, eiginlega ekki neitt, sko. Það er algjör hefni. Þú ákvæmst að taka bara sénsinn, fá að taka þessa? Já, þeir voru almennilega og leið mér að taka hana, en hóndi það er taka fleiri núna eftir þetta. En eitt sem ég verð að spyrja, með svona aukaspyrnu, því að nú hefur ekki verið að taka mikið aukaspyrnu með Tottenham, hendur þess ekki andlitið á Vía Bóas og Gareth Bale þurfa mætur á æfingu? Jú, ég held að ég var að sína með aukaspyrnu ef þeir eru ekki búin að sjá hana nú þegar. Ég veit maður að gera eitthvað til að taka þetta. Þú kannski ert kannski ekki með neitt bókald yfir uppáhaldsmörkin, en þetta hlýtur að fara kannski nokkuð ofalega á þann lista. Jú, ég held að þetta mark og marki á móti Skotlandi með 21. slags, en það er ekki. Já, það var endur ágættis bomba. Skemmtilegast markin. Já. En er þetta ekki brattur annars, eða? Jú, ég er mjög ferskur. Þú ert alveg stútfullur af sjálfstrausti núna, Gylfi. Er eitthvað mikilvægara fyrir íþróttamann og sérstaklega fótboltamann að hafa heldur en sjálfstraust? Nei, ég held ekki. Ég held að er svona lykillinn að velgengni. Maður líður náttúrulega mikið betur inn á vellinu þegar maður er með mikið sjálfstraust og er ekkert að pæla í neinu öðru nema bara njóta þess að vera að spila og þá gengur manni best. En þú fær gult spjald hérna í leiknum á Sloveníu og það því leikbannið ekki næsta leik. Jú, mikið rétt. Helvíts óþarfið á það. En hvað var það? Já, hvað reifstan þetta niður, sérðu eftir því í dag? Þetta núna og það gerðist ekkert úr þessu sókn, en það var svona leiðin inn í bóksi, ég veist ekki alveg hvað er að fara að gerast, þannig ég mata bara þá, ég þurfti aðeins að reyna að stoppa þetta. En Gylfi, það var líka í seinna markinu, bara fyrir kannski börn og úlingar sem eru að hlusta, þú fíblar markmannin alveg óhemju skemmtilega, sem þú svona gappar hann eins og ætlar að leggja hann í hægra hótni en setur hann yfir í vinstra. Er þetta ekki hluta af því að vera með sjálfstraust? Já, er þetta ekki svona hluta af því að vera með sjálfstraust að þarna tekur bara markmann í Inter Milan og hlærið á hann? Það má alveg segja það. Það er kannski verið... Þú ert ennþá hlægjandi á hann, herrið? Já, ekki. Hann fór náttúrulega bara raskatið. Það var... Já, bara gaf hann augunni sem að vera að fara að setja hann í kærofni og rúla hann bara nær. En svo er náttúrulega farin að blómstra með Tottenham og hvað er svona, að þínum mati, hver eru svona helstu andstæðingar ykkar sæti í meistaradeildinni? Við hver ertu svona hræddastur? Það er náttúrulega... Ef við segjum að City og United séu örugg. Já, ég held að United og City eru nokkuð örugg með fyrstu tvö, en síðan er náttúrulega Arsenal og Chelsea bara í kringum okkur, þannig að ég held að þau tvö lið eru svona erfiðust. Já, og þá kannski frekar Chelsea heldur en Arsenal, eða? Já, ég held að. Náttúrulega með hvernig síðan er búið að þróast, það eru Chelsea búin að vera sterkari í gegnum allt tímabili. En Arsenal heimbúin geta alveg komið tilbaka og geti náðu svo lokur spröndum, það veit ekki. En svona líka fleiri spurningar sem ég fór að hugsa eins og fyrir hlustendur, hver er svona þínu mati, hver er erfiðasti andstæðingurinn í ensku úrvalsdeildinni í dag? Er einhver svona eitt sem að stendur upp úr? Á þessu tímabili eða? Já. Það er bara í fyrra þá líka? Fyrra? Gerrard var náttúrulega erfitt að spila á hann er bara tutti og leiðilegt að spila við hann. Harður. En Aguero og Da Silva eru svona erfiðustu leikmenni held ég. Þú ert nánast búinn að spila alla leikina í vetur, Gylfi, og þetta tímabili hefur raun og verið, kannski verið betra heldur en kannski, við þorðum að vona. Það er ekki sjálfsagt að spila svona mikið með... Það kom tímabili sem að ég, það kom smá tímabili þar sem ég byrjaði ekki alveg
alla leiki, en ég hef verið að koma inn á í flestum leikum og verið að byrja núna upp á síðkastu og svona fyrir tímabili og kannski þá bjóst maður ekkert við að vera að spila svona mikið á svona fyrstu tímabili það tótt saman. Ertu ánægður með Villas-Boas? Já, það tók nokkra mánuðan í byrjun að koma liðin í gang, en hann er búinn að vera fítinn, hann má eiga það kallinn. Hann virðist vera að vinsa þetta allavega á leikmönnum. Bale fór bara að faðma hann eins og kærustu sinni þarna eftir eitthvað mark og eitthvað. Já, skýrði dóttur sína eftir honum. Hvað sleikjuskapur er það, maður? Annars fáránlegt. Getur þú ekki mætt á æfingu og sagt að þú eru búin að skýra hundi Villas-Boas eða eitthvað? Serðu hérna? Þetta er litli hundurinn minn, Villas-Boas. Þetta er náttúrulega skammar að gera þetta. En Gylfi, ég veit ekki hvort að þú hafði pælt í því, en eftir Vestham-leikin þá kom Villas-Boas út á völl og faðmaði alla leikmenn. En svona þegar hann mætti Ísmanninum, þá var hann eitthvað svona hálfsmeykur og svona bara rétt honum hendina. Já. Hann hefur verið eitthvað sættið fyrir á bekknum í þessum leik. Já, kostar þetta sterkur inn þar. Já, fóru hlutunum að rúla. Já, verður upp á því síðan. En við ætlum bara svona rétt að heyra í þig, Gylfi, og ósku þér allsins besta. Og þakka þér fyrir hönd íslensku þjóðurinn að hafa búið til þetta fallega föstudagskvöld. Minnstamáli. Takk fyrir það. Hafa það gott innur og við verðum í bandi. Blessaður. Bye. Það var Gylfi Sigurðsson í beinni útsendingu frá Dubai. Drengurinn skoraði líklega fallegasta landslísmark sem við höfum. Þetta var það sem að Bubbi kalla B.O.B.A. Boba. Þetta var kaffi. Þetta var Boba. Talandi kaffi hér. Lagið okkar. Er þetta orðið okkar lag núna? Þetta er lagið okkar. Ef að ég og þú stöndum einhvers þar að skemmtist af páskana og þetta dettur inn. Þá er þetta lagið okkar. Þetta er eitt svo svalast í dag, Justin Timberlake með lagið Mirrors. Ég var einmitt að sjá sirpu á honum á netinu þar sem hann var að taka öll sín bestu lög hjá Jimmy Fallon í vikunni og gerði þá kassagítar með hljómsveit og það var alveg virkilega flott. 10 mínútna sirpa. Það er ykkur sem vilja sjá það og kíkið bara á netið, en við ætlum að gefa hér bíómiða við Hjörvar á kvikmyndina I Give It A Year eða Ég gefi þessu ár. Þetta er víst romantísk gammamynd og þetta er sérstök FM 957 fórsending sem að verður í Laugarásbíói þriðjudaginn 27. mars eða bara annað kvöld. Þannig að nú er að gera að hringja í 511-0957 ef ykkur langar að kíkja með okkur í bíó annað kvöld á að kíkja ána Hjöpi. Meðan það er vel. Annað kvöld. Já. Það er góð leikar í þessu og eins og ég sagði, myndin Give It A Year og við skulum bara hér opna fyrir síma, það er eitthvað leik, það er ekki bara að gefa þetta. Hvað segir þú, Hjöpi? Já, þú ræður. Ég vil bara, það fær bara hræst fólk. Já. FM, góðan daginn. Góðan daginn. Hvað segir þau? Bara feskur. Er það ekki? Feskur, já. Jú. Hvað er verið að brasa þennan mánudaginn? Maður bara var klára ræktinu og þetta bara í kvöldskólan. Nó, vel gert. Ég er harður. Já, þetta er alveg dagskrá. Klára ræktinu og henda sér í kvöldskólan. Og þú vilt kikið bíó annað kvöld? Já. Já, herruðu, ég á hérna 4 miðandar. Herruðu, glæslega. Það sem að þú hljómar nú hress og skemmtilegur. Hvað heitir þau? Geir Hansson. Geir Hansson? Yes. Grjótað nafn. Já, gleðast það. Fórstu á sálinu á melkina? Nei, ég er enn þar. Hvað var kongurinn að gera? Það var bara bærinn. Bara bærinn. Tekið á því eða? Já, tekið vel á því. Vel gert. Fílað. Enda ræktinn í dag, það var stónum ferskur á morgun. Ferskur. Já, hérna, þú átt 4 miða bara upp í skattalíð, kemur að peka á. Glæslega, takk fyrir. Takk fyrir að syngja, bye. Já, bye. Við skulum taka hérna 2 símtöl í viðbót allavega FM 95 blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Hvað segja menn þá? Ég er hans og gátur. Já, ekki, þetta er romantísk gamanmynd, þannig að ég ætla að byrja að spyrja, áttu kærustu eða konu? Ég á konu. Þú átt konu, já. Voru að bjóða henni með það? Maður verður vist að vera góð við hana. Já, það ég haldi. Er komin páskagýrið? Já, maður er á detti hann. Við hendum í smá spurningu á þig. Já, hjöfum með spurningu. Við vorum að tala við Gylfa Þór Sigurðsson á hann. Já. Fyrir hvaða 2 íslenskur lið hefur Gylfi spilað? Já, spilaði hann í yngri flokkum. Breiðablik og eitthvað. Það er hárrétt. Hvað heitir þú? Stefán Sverrisson. Stefán Sverrisson. Yes. Það þú átt 4 miða, þannig að þið getið tekið hérna double date, þú og konan, eða viljið. Við gerum það. Það ekki? Það er eitthvað ógeðslega skemmtilegt vinnapar með það. Já. Við sjáum svo í bíó. Ok, bæm. Takk, bæ. Er það 1 símtöl í viðbót, ég beð ekki? Já, tökum 1 hérna. FM, góðan dag, ég var til að fá hérna konulínu núna. FM? Já, ég verði valda vannbröðu með því. Já, ég heyri það. Það er því miður. Bara sorry, kallið minn. En hvað heitir þú? Ég heiti Sigurður. Sigurður, áttu konu?
Já, þá getur þú búið henni með. Jú. Og Sigurður Hversson? Ég er Sigurbjörnsson. Sigurður, hvað sagðirðu? Sigurður Sigurbjörnsson. Sigurður, sinni fjórir. Fjóra með það. Þú ert fjóra með það. Ásgeir Kolbeinsson á svona 10 rakspýra sem allir er frá sama fatahönnuðinum. Hvaða rakspýra nota Kolbarinn? Það veit ég. Ekki? Ertu ekki með þetta? Nei, ég er ekki með þetta. Þarft heldur ekki að vera með þetta? Nei. Hann spreyja bara á sig Hugo Boss, Ilmur. Það er bara Boss. Það er bara Bossinn. Manst það næst? Ég man það næst, ekkert mál. Við sjáumst í bíó, Siggi. Ok, takk fyrir þetta. Ok, bye. Þá erum við búin að gefa hér 12 miða. Ég gef nú kannski einhverja nokkra viðbót hér, off-air eins og ég segja í bransunum. Þannig að þið getið að halda áfram að ringja. Mér var svona æðislega. Vissið þú hana? Já, auðvitað vissi ég það. Hugo Boss og ekkert annað hjá honum. Við ætlum að fara hér í Örstölds kilóbóð og svo er það Barnalandið og lagi á leiðinni heim. FM 957 kynir myndina I Give It A Year. 10-day anniversary. What is it? 2 Asian lesbians and a man who looks like a fat Jesus. Bráðskemmtileg ný gamanmynd frá framleiðendum Love Actually, Notting Hill og Bridget Jones Diary. Oh, that's doggy style. FM 957 býður á sérstaka forsýningu þriðjudaginn 27. mars. To be fair, maybe when they're older. Fylgstu með á FM 957 og þú getur henni miða. I'm not calling you a whore, but I also am. I Give It A Year. Frumsýnd 27. mars í Laugarásbíói, Smárabíói og Borgarbíói Akureyri. Ein köld. Ísköld á kantinum. Súkkulaðimjólk frá MS. Ást, friður og múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. Taktu með eða borðað á staðnum. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Túborg Léttöl og Lenovo kynna páskagleði í listasafni Reykjavíkur laugardaginn 30. mars. Framkoma Ásgeir Trausti, Þórunn Antonía, CCA, DJ Margeir og Daniel Ágúst. Tryggðu þér miða á miði.is. Happy Hour á Lebowski Bar alla daga vikunar milli 16 og 19. Lebowski Bar. Enn eflist fríðindakerfið Stöð 2 Vild. Nú hefur efnalegin Björg í Mjóttinni bæst í hóp þeirra fyrirtækja sem bjóða veglegan afslátt til áskrifanda í Stöð 2 Vild. Veittur er 20% afsláttur af allri þjónustu hjá efnaleginni Björg í Mjóttinni. Nánar sérkjör til vildar áskrifanda á stöð2.is. Stöð 2 Vild er snillt. Páskadjammið er á Hressó frá miðvikudegi til sunnudags. Lifandi tónlist í bland við páskaeggjandi diskó. Þetta kallar á Carlsberg léttöl. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Hversu gott er blátt hrísgrjónunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Ötti Blö og Hjöppi K í FM 95 Blö. Þáttinn á morgun líka, þá verða þær hér Sveppi og Pétur. Það eru mynda 3 saman félagarnir og svo 2 harðir á miðvikudaginn. Ég veit að þú ert mikill aðdáandi Sölva Tryggva. Sölva Tryggva, já, Sölvi ég er mikill aðdáandi hans. Já, hann er hérna rosalega góður í að búa til statusa. Já, viltu fara í netmisnotkun? Já, ég bara, förum aðeins yfir þessar status sem hann er hendi í. Já, þetta er Facebook, við erum með þetta á mánudum. Já, hann er reynda svolítið langi statusin þeirra. Þannig að ég þarf að taka svona best of úr hverjum status. Já, lestu ekki allan statusin. Fólk sem heldur því fram í fúlustu alvöru að Íslandi er að hætta þáttöku í þróunaraðstoð vegna efnaðarserfileika er út á túni að bera saman fátækt á Íslandi og í fátækustu löndum heims er galið. Svo einhver löng ræða. 130 like, meðal annars frá Helga Seljan og fleiru. Já. Svo kemur hann hérna fyrir 20 klukkutíma setna og er komið með 140 like. Því meira sem ég fylgist með stjórnmálum, því vætna þykir mér dýrin. Já, hann skýtur fast þarna á stjórnmálamenn. Já, Inga og NASA var nú ekki lengi að læka þetta og kommenta. Já. Maður sjá. En það er sko bara svo vitur að Hjörvar, við erum náttúrulega búin að vera með netmisnotkunni hérna hvern einasta mánudag. 113 likes hjá sko Sölva Tryggva, það er svo þú setur að fá 3. Já, ok, hann er þetta með 150 hérna. 150, hann kallar það Lala sko. Ok, það er lykt af vori. Það er lykt af vori í lofti og bara kortir í sumarið. Margra mánaða D-vitamin svelti er senn á enda. Heyri ég amen. Hvað hann komið marga? Hann er komið 145, þar á meðal frá sjálfum Blas Rokka. Já, ok.
Nú hann hér með... Finnst þér ef þú færð celeb-like, finnst þér að gilda á við 5? Nei. Svo að hann fær blasrokka eitthvað, finnst þér að gilda eitthvað meira? Nei, bara gildi ekki raskat, sko. Nei. Þú vorst að lesa hann upp sérstaklega? Já, ég bara sé hérna hverju svona sameiginlegi vinir. Flugmiðar komnir í hús. Reykjavík, London, Dubai, Bangkok, Bali, Ástralía, who knows? Eftir 2 vikur verð ég farin einn á vit ævintýrana. Let's do this. Wow. 542 like. Já, þetta það sem ég kalla standard, Sölva Tryggva standard á Facebook, 500 og eitthvað like. Já, herri, hann þetta þetta grjótúr þar sem hann að fyrir, veit hann ekkert hvernig hann ætla enda? Og eitt hérna status hérna frá honum sem búin að fá 14 share og 184 like. 14 share, ok. Já, konur og kettir gera það sem þeim sýnist. Karlmenn og hundar ætti að slappa af og sætta sig við að svoleiðis það bara. Og ég ætla að læka þetta. Já, hendur læka á þetta. Ég var að hendur læka á þetta. Þetta er bara mjög gott, Jón. Hendur að læka eitthvað annað? Já, hann hérna með hræðslan að mistakast sennilega stærsta hindrun þess að draumar okkar rætist. Að hafa hugrekki til að vaða í aðstæður sem aður óttast frumforsenda breytinga. Ég ætla að henda læka á þetta. Það er að læka á þetta líka? Hvað voru komið mörg áður en þú setti núna? Það voru komið 197, það voru 198 nú. Það allir ég maður að segja, ég meðan ég ætla að setja líka áður en komið 199, það er bara 1-200 sem heldur flott tala. Þannig að það er nóg að vera á kallinu. Já, hann kann alveg á Facebooki, sko, ég var að gefa Sölva það. Ég að setja inn, sko, setja munin til dæmis, hann að setja inn svona, ég setti náðan hérna, ég skrifaði hversu svalur Justin Timberlake og setti hérna late night lögin hans þegar hann var hjá Jimmy Fallon. Ég er með 7, nei, ég er enda með 12 likes á þessu. 12 likes? Já. Býta aðeins, horfða aðeins á þetta? Ömulegt, sko. 13. Æ, takk fyrir það. Var að bomba einu like á þetta. Takk fyrir það, vel gert þér. En já, ég að tjekka á vinn okkar, Óla. Óla Geir? Já, við erum oft með hann, sko. Má sjá. Hann er reynda búin að vera rólega, það er svo mikið að gera hjá henni núna út af Keflavík Music Festival. Já. Þannig að hann er alltaf bara að plugga því, sko. En, jú, hér stendur fyrir 2 tímum síðan, Dísa Skvísa, sem er kærastan hans, Ásdís. Dísa Skvísa bauð mér og skegginu mínu út að borða í lónunu, broskall. Já, og hann er með svona þrískipta mynd. Já, ógeðslega vel gert hjá hann. Hann er greinlega vanur á Instagram. Og þau eru að fá sér franskar og svona, kósi í hann. Og svo er hérna eitthvað með Tiny Tempa. Svo er hérna, já, sérðu myndina hérna. Hérna stendur Óli Geir fyrir 18 klukkutími síðan. Nú er körfuboltatímabili búið hjá mínu liði og er þetta fyrsta tímabili sem ég náði að klára sem ég var í yngri flokkum. Vinna mín fyrir ekki vel með íþróttum eins og gefur að skilja, en ég náði að sína sjálfu mér að þetta er hægt. Þó svo ég hef ekki átt gott tímabil, þá tókst mér samt að halda mér í þessu. Áhuginn minn á körfubolta er loks komin aftur. Ég ætla að æfa eins og skepna í sumar, ná öllu upp sem ég hef tapað og stefna á meistaraflokki fyrsta sinn á næsta tímabili. Ég hef ekki æft almennilega í mörg ár. Hér er ein mynd sem að Lalli signaði á mér í loftinu. Það er bara eins og sé bara búið til plakkat með Michael Jordan þarna, sko. Ég hef reyndar hitt að hann situr út og góður í körfubolta, kallinn. Já, Stökkrættur Jónsson. Óli Geir er mjög hæfileikar ykkur ungu maður. Ég hef aldrei tekið það á hann. Þannig að hann verður kannski komið inn í Keflavíkurliðið á næsta ári. En þú segir ekkert eitthvað, hér er ein mynd sem Lalli sig náði að mér í loftinu. Það var reynt þetta svona 50 sinnum og með einhverja filter og eitthvað. Þetta var ekkert eitthvað hann bara smell á síman sinn, held ég, sko. Nei, svo er hann hérna, spendir hann einu mynd hérna frá því hérna Herra Ísland. Nei, fann þessa. Einu sinnum var ég grannur, segir hann. Já, þessi mynd reyndar þarna, sko, með við þessa mynd, það hefði ekkert komin á óvart að Óli Geir hefði haft áhuga á kallmennunum í kringum sig. Hann er svona nett hýra á henni, ef þannig má orðið komast. Hann er hýra á bráða þarna. En hérna, hann vann þarna Herra Ísland, en svo tapaði hann titlinn. Já, þetta Flash TV. Það var bara eitthvað dóna svorakjaftur. Þú varst alveg brjálaður út af því og skrifaði eitthvað bréf að þetta í mokkarum. Auðvitað, mér finnst þetta bara fáránlegt. Já. En það er að styttast í endalókin hér hjá okkur Hjörvari þennan mánundaginn. Við erum endur eftir að fara í lagið á leiðinni heim sem er í miklu uppáldið að mér. Og ég ætla líka að enda þáttinn í dag, Hjöpi, á hrósi dagsins. Og ég ætla að hrósa Elsu Sæni Valgeirsdóttir sem er þjálfari kallaliðs HK í Blaki. Það er alvöru þjálfari, hún lét sína menn heyra það í leikli. Þetta fór eins og eldurinn sinnur hérna á Facebookinu. Og hún fær hrósi frá blöð. Hún sagði orðurétt við þá að það væri viðbjóður að sjá það að spila. Já, ég sá þetta daginn, eða í gær. Já. Og þá horfðu þeir einhvern veginn samt alltaf á hana eins og þeir var alltaf að býðast að fara að hlæja sjálfur, sko, strákandir. Já, henni leið illa bara hvað þetta væri. Já, en enni titillinn í Kópavoginn. Já, segðu. Ótrúðu hvernig allt einhvern veginn virðist
Finnst þetta ekki skrítið? Gerpla stútar öllu, Háká stútar öllu. En byrju, hvort heldur með Breiðablik að Háká, Hjörvar? Getur ekki gert upp? Ég held með báðum. Já, það er ekkert hægt. Ég held meira með Háká. Heldur ekki með Manchester United og City líka? Nei, ég held meira með Háká. Ég held meira með Háká. Svo Gylfi að skora. Varstu ekki að kalla kvöldi Breiðabliks á lögðað? Jú. Þú ert Hjöppi, þetta má ekkert. Ég er bara maður fólksins. Já, ok, ertu þá líka maður City þarna? Nei. Ég var bara mættur og að fagna. Ok. Það er svo gaman að vera þarna. Já. Þú bjóst nú í Kópavogi Morgar, þú þekkir þessu samkend og... Það er gott að búa í Kópavogi. Ég hitti þann manni mitt. Já, á Kallagöldinu. King Gunnar Birgis. Ég sá það á Instagraminu. Við erum báðir vel flottir. En Hjörvar, takk kærlega fyrir að taka hér vaktina fyrir Björn Braga sem er stattur á Tenerife. Já, sömuleiðis, takk fyrir mig. Búið að vera gaman, takk kærlega fyrir hlustunna þeir sem hlustu í dag. Við þökkum Gísla Erni Garðarsinni líka kærlega fyrir og Gylfa Sigurðsinni, knattspyrnukappa. Þeir voru gestið þáttarins og svo er það á morgun. Það eru gömlu góðu strákarnir, Öddi Svepp og Pétur, þrír saman. Já, líst mér á, ég ætla að hlusta það. Já, takk fyrir það. Svo er það tveir harðir á miðvikudaginn, en við endum þetta á laginu á leiðinni heim. Árið 1909 gastu ekki leyst krossgátu. Það skiptir þig engu máli. 1909 skiptir þig máli. 1909.is þegar þig vantar smá lán. 1909. Páskadjamið er á Hressó frá miðvikudegi til sunnudags. Lifandi tónlist í bland við páskaeggjandi disco. Þetta kallar á Carlsberg léttöl. Blandan mín og blandan þín, Egils malt og appelsín. FM 95 Blö á FM 957. Hversu gott er brúnt karamellunissa? Húðflúraði flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtasmar á 1. 957 Topp tónlistastöðin. FM 95 Blöðbúinn í dag. Svo sett ég og ég heilsa þér á fína kvöldi og ég ætla að vilja þér alveg til 9 í kvöld og við ætlum að byrja þetta á sem hérna. Þetta er One Direction, hér er lag sem heitir Kiss You.